Og þá vel við hæfi að lesa stuðningsyfirlýsingu frá Samtóni, samtökum tónlistarfélaga og útgefenda sem vinna að sameiginlegum hagsmunamálum tónlistarmanna, og þeir sendu frá sér yfirlýsingu þar sem samtökin mótmæla þeim niðurskurði sem átt hefur sér stað innan Ríkisútvarpsins. Samtök gerir þá kröfu að Ríkisútvarpinu verði gert kleift að sinna menningarlegri skyldu sinni gagnvart almenningi. Með þeim breytingum og niðurskurði sem gerðar hafa verið á starfsemi tónlistardeildar Rásar 1 nú fyrir skömmu ljóst að starfsemi RÚV mun verða fyrir verulegum skakkaföllum. Stofnuninni verður gert nær ómögulegt að sinna því mikilvæga menningarlega hlutverki sem hún hefur sinnt á undanförnum árum og áratugum. Sú þögn sem mun myndast í íslensku tónlistarlífi við þessar breytingar mun verða framtíðinni vitnisburður þá menningarstjórnun sem á sér stað í dag í tengslum við Ríkisútvarpið. Vitnisburður skilningsleysi þeirra sem sitja í stjórnunarstöðum í þjóðfélaginu á mikilvægi íslenskar menningar í dag fyrir almenning á sviði tónlistar. Í stjórn Samtóns sitja fulltrúar alls tónlistarfólks á Íslandi og það skýlaus krafa þeirra að stjórnvöld og stjórnendur RÚV dragi til baka þessar aðgerðir og geri RÚV útvarpi allra landsmanna kleift að sinna sínu mikilvæga hlutverki áfram á sviði menningar, varðveislu og upplýsingamiðlunar sem það hefur sinnt allar götur frá árinu 1930. Undir þetta ritar Kjartan Ólafsson, formaður Samtóns, fyrir hönd samtakanna. Ríkisútvarpið ein helsta menningarstofnun landsins. Umræðan sem hefur verið á Rás 1 á undanförnum árum og áratugum listir, vísindi, fræði, menningu hefur í íslensku samfélagi ómetanleg. Það má taka það fram að Rás 1 hefur haldið allum tónlistarstefnum til haga í gegnum tíðina. Það einhver merkilegasta gagnasafn sem við eigum íslenska tónlist fyrr og síðar. Hún hefur tekið upp raddir okkar í marga áratugi og þannig tengt saman fortíð, nútíð og framtíð. Ef við klippum á þennan þráð, þá missum við miklu meira en við gerum okkur grein fyrir í dag. Ég held að það hafi verið Birgir Andrésson myndlistarmaður sem sagði að það sérstaka við Ísland væri það væri fjallað bókmenntir í sjónvarpinu og myndlist í útvarpinu. Ég held að kjarninn sé sá að í Ríkisútvarpinu, eða þá sérstaklega á Rás 1, fjallað innihald en ekki yfirborð. Við erum menningarþjóð. Við erum bara örfá hérna, en við tókum ákvörðun það að verða menningarþjóð og við erum það. En það ekki þar með sagt að það verði alltaf þannig. Og það sem við þurfum að ákveða bara hvort við ætlum að vera það áfram. Það hægt að stroka það út með einu pennastriki. Og hvað erum við þá? Hjá RÚV hefur alltaf verið svo yndislega gott pláss fyrir alla. Það Ríkisútvarp. Sjáum hvað þetta galdrafólk getur gert á einum eftirmiddegi eða svo. Æði.